Nú, rétt svar við því miðgildið 5. Við höldum áfram og skoðum lýsistærðina meðaltal. Og aftur við gerum ráð fyrir við höfum n mælingar x1, x2 og upp í xn. Meðaltalið fæst með að leggja mælingarna saman og deila með fjölda mælinga. Hér höfum við sem sagt summumerki og hér erum við sem sagt allir að leggja saman mæligildi með vísin y sem 1 og upp í n. Þetta sem sagt jafngilt þessu hér x1 plus x2 plus og upp í xn og deilum svo með fjölda mælinga. Lítið dæmi, hvert meðaltal eftirfarandi talnasafns? Rétt svar við því 5,57. Og þá ætlum við að skoða vegið meðaltal, en þegar meðaltal reiknað eins og við gerðum hérna rétt hér að framan, fá alla mælingarnar sama vægi. Það bara oft allt í góðu, en í sumum tilfellum viljum við gefa mælingunum misjafnt vægi og þá reiknum við út vegið meðaltal. Nú, við gerum aftur ráð fyrir að við höfum n mælingar, x1, x2 upp í xn og vægi þeirra 2x1, 2x2 upp í 2x n. Vegið meðaltal þá reiknað á eftirfarandi hátt, oft notað þess að 2x x bar 2x til að tákna vegið meðaltal. Þá margföldum við þá tökum við sérhverja mælingu sem x-in hér og margföldum mælinguna eða margföldum vægi mælingarnar við mælinguna sjálfa. Leggjum þetta svo saman fyrir alla mælingarnar okkar og deilum svo með summunni á væginu. Og þetta getum við skrifað á eftirfarandi hátt með hjálp summumerkja. Við tökum sem dæmi hér einkunnir, til dæmis ef þau verða að reikna út einhver úr framhaldsskóla eða háskóla eða hvað nú oft eru áfangar mismargar einingar og þá kannski eðlilegt að reikna vegið meðaltal eða vegna meðalengun og þá eru einkunnirnar x-in og einingarnar eru þessi viktir eða þessi 2x hér. Skoðum lítið dæmi. Í töflunni hér að neðan eru meðaltekjur á hvern vinnandi íbúa í 3 bæjarfélögum A, B og C. Og spurningin hverjir eru meðaltekjur vinnandi íbúa bæjarfélagana 3? Takið eftir því hér að við höfum ekki öll gögnin í höndunum, heldur að höfum við í rauninni þessi tala hér meðaltal 50 vinnandi íbúa í bæjarfélagi A. Þessi tala hér meðaltal 10 íbúa í bæjarfélagi B og þessi tala hér meðaltekjur 20 íbúa í bæjarfélagi C. Hvernig reiknum við þá út meðaltekjurnar? Jú, hér myndum við nota vegið meðaltal. Svarið 242.500 krónur. Skoðum þá aðeins svona samanburð á lýsistærðum fyrir miðju. Allar þessar lýsistærðar sem við höfum skoðað, þær eru áhugaverðar og gott að reikna út þegar við fáum ný gögn í hendurnar. Áður en ákvörðun tekin hvaða lýsistærð skal nota til að lýsa miðjugagnana gott að skoða gögnin myndrænt og átta sig á hvernig gögnin okkar eru dreifð. Sé dreifingin skekkt, tvíkrippu eða fjölkrippu dreifing iðulega betra að nota miðgildið frekar heldur en meðaltalið. Eins ef það eru útlagar í gagnasafninu miðgildi betri mælikvarði á miðju gagnana heldur en meðaltalið. Og skoðum þetta aðeins svona myndrænt. Hér höfum við, hugsum okkur, hér höfum við hægri skekkta dreifingu. Og þessi langi hali hér, það sem hann gerir að hann tosar meðaltalið upp. Hann dregur meðaltalið hérna upp til hægri. Og þannig að í svona hægri skekktum dreifingum að þá meðaltalið hærra heldur en miðgildið. Þegar við erum með samhverfa dreifingar, ef það eru nákvæmlega samhverfar,
þá er miðgildið og meðaltalið það sama. Aftur á móti, ef við erum með vinstri skekktar dreifingar, að þá dregur þessi vinstri hali meðaltalið niður hérna til vinstri og meðaltalið verður lægra heldur en miðgildið. Ýmsar svona algengar breytur sem við skoðum, til dæmis laun, eru oft hægri skekkt. Ef við hugsum okkur laun í stóru fyrirtæki, þar sem svona flestir þeir sem vinna hjá fyrirtækinu eru á okkur svona launum, hugsum okkur bara þessa dreifingu hér, flestir eru með svona laun á þessu bili hér, hérna x-ásun okkar væri þá laun og y-ásun okkar hér myndi tákna fjölda eða tíðni og svo eru einhverjir svona toppar hjá fyrirtækinu og mögulega þessi hali hérna gæti verið mun lengri sem eru á einhvers konar ofurlaunum. Nú ef maður reiknar svo meðalaun þvert yfir fyrirtæki þá er það kannski ekki lýsandi fyrir laun svona flestra af því það gætu verið einhverju toppar hérna með svakalega há laun sem dregur þá meðaltalið upp og þar af leiðandi meðalaunin.